Nú ætlum við að halda áfram með kaflanum reikning og við ætlum að skoða námundun og slumpreikning í þetta skiptið. Námundaðu að þúsundi, tug, tíundahluta og hundraðshluta, þá er talan 3829,471 sem við ætlum að námunda. Þegar við námundum svona, þá þurfum við að vita hvað sætin heita. Og við þurfum að muna að þetta heitir eining, þetta tugur, þetta hundruð og þetta þúsund. Þetta er tíundi hluti, hundraðshluti og þúsundasti hluti. Og þegar við námundum að þúsundi, þá erum við að athuga, er þetta nær, af þetta er 3800, er þetta nær 3000 eða 4000? Því að þessi tala er á milli 3000 og 4000. Og þá í raun finnum töluna í þúsundasætinu sem er 3, horfum á töluna fyrir næstu tölu fyrir aftan, er hún 5 eða hærri, já, þá hækkum við þetta upp í 4000. Ef að þetta hefði verið 4 eða lægra, þá þetta lækka niður í 3000. Og við sjáum líka að þetta er nær 4000 heldur en 3000. Tug, þá finnum við tugasætið, það er 2 sem eru í tugasætinu. Hver er næsta tala fyrir aftan? Það er 9, hún er hærri en 5, þá gerum við 3830. Og þið sjáu, ég seti 0 að kommunni, ég seti ekki 0 fyrir töluna fyrir aftan kommu. Við séum eftir að sjá þetta betur þegar ég fer aftur fyrir kommuna. En næst er það tíundi hlutinn. Það er fjarki, talan fyrir aftan er hærri þannig að við hækkum 3829, ég skrifa töluna eins og hún er að tölunni sem við erum að skoða, sem er 4, næst fyrir aftan er 7, þá hækkum við, en ég skrifa ekkert fleiri tölur, ég þarf þess ekki. Hundraðshluta, það er þetta sæti hér, þá horfum við á næstu tölu fyrir aftan, hún er 1, þá hækka ég ekki. Þá er þetta 3829,447. En það er algjört lykilatriði að vita sætin. Þúsundasta sæti, 1000, 100, tugir, eining, tíundi hluti, hundraðshluti og þúsundasti hluti. Námundaðu heillitölu og reiknaðu. 2,7, við höfum að námunda heillitölu, það er sem sagt einingasætið. Og það er þá 2 talan sem við erum að horfa á. Kíkjum á næstu fyrir aftan, hún er 7, við hækkum upp í 3. 3 er talan sem við horfum á, kíkjum á næstu fyrir aftan, það er 3, hún er lægri en 5, þannig þetta lækkar niður í 3, þetta er 6. Og hérna sjáum við svolítið gerast. Ef við myndum slá þetta inn í vasareikni, þá fengjum við nákvæmlega 6 út. Og það er það sem gerist í námundun, að oft þá hækkum við eina tölu og lækkum aðra, þá verður útkoman ekkert fjarri lagi. En hérna, þetta fer upp í 3, þetta upp í 8, þetta niður í 4. Hérna fáum við 11 plus 4, þetta eru 15. Það er lykilatriði að kunna námundun. Horfa á næsta stað fyrir aftan þess að við eigum að námundi. Er það 5 eða hærra, þá hækkum við. Ef það er lægra, þá hækkum við ekki. Passa okkur við lækkum hann ekki, þá er hann óbreytt. Það er útsal í Smáralind, peysa kostar 2190 krónur og er á 30% afslætti. Notaðu slumpreikning til þess að finna út hvað svona peysa kostar svona það bil. Hérna, þegar við erum að tala um slumpreikning, þá er rosa erfitt að segja hvað eitt sé rétt. Hérna er í raun einfaldast, af því að við ætlum að gera þetta bara svona án þess að nota vasareikni, að miða við að peysan kosti cirka bát. Ég ætla að gera 2 útgáfur á þessu. Við skulum byrja á hún kosti 2200. Námundum þetta að 2200. Af því þetta er næstum því 2200, vantar bara 10 krónur upp á. 10% af því eru 220 krónur. 3 sinnum það, af því við erum með 3 sinnum 10%, við erum með 30%. Það er 660 og 2200 mínus 660 er svo mikið sem 1540. Fyrir suma þá er þetta bara flókið. Þetta er ekki rosalega þægilegar tölur.
en það ég að námunda mjög lítið hérna. Ég mjög nálagt upphaflegu tölunni. En ef við leifum okkur að námunda svolítið grófar og námundum þetta bara niður í 2000, námundum þetta að 1000 í staðin fyrir 100, þá 10% 200. Við erum með 3 sinnum það, því við erum með 30%, 600 og 2000 mínus 600 er 1400. En þið sjáið, hér breyttum við þessu lítið og það svona mjög nálagt svarinu. Hér erum við lengra frá. En það munar samt bara 140 krónum. Að námunda gróft og námunda ekki gróft.